Já, nú hafa þau 5 sem voru með okkur Önnu í sem 7 manna hópi flutt erindi. Við höfum hins vegar rammað erindi þeirra inn með gestunum okkar. Auður hafa talaði hér í upphafi og nú talar að lokum Þórarinn Eldjárn sem á að baki merkan og fjölbreyttan feril sem rithöfundur. Hann höfundur fjölda skáldsagna, smásagna, ljóðabóka og þýðinga og íslenskir lesendur á öllum aldri þekkja til Þórarins, einkum vegna þess að hann hefur ort ljóð fyrir unga sem aldna. Hann hefur átt orð fyrir alla. Erindi Þórarins nefnist að finna orð. Gjörðu svo vel, Þórarinn. Ágæta samkoma. Ég á ekki orð, þetta segjum við stundum, þegar okkur blöskrar eitthvað eða gengur fram á okkur eða við verðum afskaplega undrandi og glöð, getur verið hvort tveggja. Og þetta auðvitað mjög algengt vandamál, en eina ráði við þessu, þegar maður lendir í þessu, að eiga ekki orð, það að taka sér til og gera það sama og öll þessi samkeppni hefur gengið út á, og það að finna orð. Og hvernig fer maður að því að finna orð? Það afskaplega einfalt. Það hægt að vitna í helga bók og segja: leitið og þér munið finna. Og það nú einmitt það sem hér hefur líka farið fram. En þó svo að þessi samkoma hér sé haldin til að fagna því að nú komin niðurstaða í þessa leit, þá má ekki gleyma því að leitin heldur auðvitað áfram. Vegna þess að orðaforðinn hann óendanlegur, og eins það líka þannig að orð þau eru ekki eilíf, þau endast misjafnlega, þau geta slitnað. Sigfús Daðason orti gott og frægt ljóð orðin, og þar segir hann þau meðal annars að það að fara varlega með þau vegna þess að þau geta sprungið, þó hitt öllu hættulegra að það getur vöknað í púðrinu. Þannig að við þurfum að halda vöku okkar og halda áfram leitinni, þó á ég varla von á því að orðið ljósmóðir muni nokkuð tíma slitna og verða þannig að það til dæmis muni verða talið ljótt. Einar Benediktsson, hann orti ljóð til móður sinnar og þar eru frægar línur, og það auðvitað vert að minnast þess að við tölum föðurland og móðurmál, og hann segir: þú last þetta mál með unað og yl, yndan af stofnunum hörðu, ég skildi að orðir á Íslandi til allt sem hugsað á jörðu. Nú það reynda svo að yfirleitt þegar farið með þessa ljóðlínu núorðið, þá sagt orð á íslensku til, en það sagði Einar aldrei. Og menn hafa velt því mikið fyrir sér hvað hann var að meina með þessu. Átti hann við það að þó að íslenska eigi ekki orðið fyrir allt, þá þau til á Íslandi af því að það til fínar erlendar orðabækur í bókasöfnum. En ég held hann hafi verið að meina það að inn í höfðum þeirra sem tala íslensku, þar eru þessi orð til, þó þau hafi ekki komið fram ennþá, og þá erum við komin að nýyrðasmíði sem ákaflega mikilvæg fyrir okkur. Sem sagt, við þurfum að halda áfram orðaleitinni, og til þess höfum við ýmis tæki, bækur, orðabækur, vefsíður,
og gagnabanka og allskyns önnur hjálpartæki. Í mínu starfi þetta mjög algengt vandamál að þurfa að leita að orðum og sérstaklega lendi ég í því að leita að rímorðum. Og til þess að auðvelda mér þá leit, þá hef ég fundið upp lítið tæki sem ég hef notað mjög mikið og kalla rímorðaleitara. Þetta tæki gerir mér kleift á augabragði, ef ég með eitthvað tiltekið orð, að finna öll íslensk orð sem ríma við það, og meira en það, ég finn yfirleitt miklu fleiri orð sem eru ekki til og bíða sem sagt eftir því að fá sína merkingu, rétt eins og urðarburður var það ekki sem að Rúnar sýndi okkur hér áðan. Í anda nútímans þá hef ég samið auglýsingaljóð eða svona áróðursljóð fyrir þetta tæki mitt, rímleitaran, og beitti honum á orðið leitari. Og þá kom fram fjöldin allir á orðum, og síðan bauð ég til ljóð úr þeim orðum sem eru til. En hinn orðin sem ekki eru til auðvitað miklu fleiri, eins og ég sagði, og ég ger eitthvað með þau seinna, en ég ætla að ljúka máli mínu með því að fara með þetta ljóð sem heitir Rímleitarinn. Beittur orðabeitari, besti saman skeitari, algjör yfirfleitari, ekki á skeri steitari, orðaþrauta þreitari, þjálfari og spreitari, andans arfareitari, áhygnanna neitari, doðans inni dreitari, dirfskufullur breytari, þriggja þeitari, þurrpumpunar bleitari, skáldamálsins skreitari, skít í engan hreitari. Fæstir eru feitari, færri öllu heitari, tæpast nokkur teitari, gleði og visku veitari, víst þessi leitari. Takk fyrir.